Við erum hér komið með lið Heimahaga sem má segja hafi rústað þessari áhugamannadeild árið 2021. Jóhann, liðsstjóri, hvað þarf til að komast í þetta lið? Það er ýmislegt. Kannski ekkert vist en það þarf allavega góða hesta og knapparnir þurfa að vera vanir eins og við erum öll hér, frekar vant keppnisókn. Og svo þurfum alltaf þjálfarinn að samþykkja og það er kannski aðalatriðið. Því að það er hann sem býr þetta til og stjórnar ykkur. Í svona gríðarsterku liði hlýtur að vera bara hörku barátta á æfingum fyrir mót. Ég veit, þú trúir ekki en það er gríðarlega afslappaða mórall í liðinu. Við vitum það nokkurn veginn fyrirfram hverjir eru bestir í hverja grein og ég man bara ekki eftir að þessi 2 eða 3 ár núna sem við erum búin að vera þessi hópur og það hafi komið upp einhver vandamál hverju ætti að fara. Þetta bara liggur vilt fyrir ef ekki þá bara ræður þjálfarinn og við hlýðum. Ríkharður, þú skildir það eftir fyrir aftan þig þá Erlend og Jóhann og tókst einstaklingskeppnin ár til hamingju með það. Já, þakka fyrir kærlega. Þetta er ekki bara auðfengið, það hlýtur að liggja að vinna að baki. Að sjálfsögðu, það gerir það. Margra ára að vinna með alla þessa hesta og það er gaman að segja fyrir því að ég hef verið með eigin hesta úr eigin ræktun í öllum greinum, þannig að það hafa verið 3 hestar úr minni ræktun sem ég hef notað. En það var með pínlitlu skugga að ég vann þetta því að Jói misti auðvitað undan skeifu og hefði auðvitað landað þessu ef hann hefði ekki verið óheppinn. En auðvitað, svona er þetta, svona er keppnin og ein stöð er annars brauð og nú var það svoleiðis. Það allavega hélst innan liðsins? Algjörlega og frábært að við skildum taka liðabikarinn, það er náttúrulega frábært. Og það er 3. árið sem við tökum hann. Já, 1. árið mitt en 3 árið sem liðið tekur hann. En svo náttúrulega þarf að þakka, það er náttúrulega frábært að vera með manni eins og Geir Kóka í liði. Það er að skila okkur mjög góðu hérna. Við byggjum stuðning. Frábært. Skilir bara góðri kveðju. En það er náttúrulega þjálfarinn fyrst og fremst sem er búinn að búa þetta lið til og raða þessu rétt upp og hjálpa okkur öllum að komast þennan auka meter sem það þarf stundum og þessu auka punkta. Og það er alveg klárlega á Teitur Árnason allan þann heiður. Það skulum við heyra hans Jóhannum næst valinn vinsælesti þjálfarinn hér, enda ekki skrítið með lið sem er ósigrandi. Hvernig er að þjálfa þetta fólk? Þetta er bara snilld sko. Þau eru, þú veist, þetta er ekkert flókið, þetta er allt lið með bullandi metnað og það þarf ekkert að, þú veist, kveikja á þeim eitthvað og hafa áhyggjur hvort þau séu að þjálfa eða ekki. Þetta eru smáatriðin sem við svona leggjum áherslu á og þau svo sem gera kannski sterkari heild þegar það næst og við erum búin að vera heppin í vetur og það er búin að vera mjög gaman. Hrossin heil og geggjaðar sýningar og bara mjög gaman að þessu. Ég meina þetta snýst líka þetta heitir áhugamannadeild, það þarf samt að leggja metnað í þetta. Þetta það er eins og með aðra keppnin, það þarf að vilja vinna og hafa getu til þess. Já, ég held að þeir þurfa eitthvað að fara að endurskoða nafnið á þessari deild. Þetta er engin áhugamannadeild, þetta er á fáránlega háu leveli, þú veist, bara frábærar sýningar í öllum greinum og frábær hross og þú veist, þá voru að tala bara mörg geggjuhross og þú veist, það er ekki bara efsta sætið sé gott, heldur eru bara úrslitin ótrúlega sterk og hestar fyrir utan úrslit sem eru frábærir. Þannig að það má lítið út að bera og bara mjög gaman að þessari þróun og virkilega, þetta er bara geggjað framtak hjá sprett og spretturum og þessari stjórn sem ég held að ég bara allan heiður skilið sko. Glæsilegt og það er þannig að það þurfa allir að skila punktum í hús. Erlend Ari, þú tókst töltið í kvöld fyrir þau. Ég var búinn að tala við þig fyrir í kvöld. Þú sagðir allar að hafa svefntöflu til að sofna, þú ert allar búinn að taka hana? Jú, ég tók hana fyrir úrslitin sko. Sást ekki hvað ég var slakkur. Þú varst yfirvegar, þetta var virkilega flott hjá þér og þetta snýst það í liði að koma og delivera þegar er beðið maður. Snýst aðalega það að maður sé slakkur. Ég á það til að vera aðeins æstur þegar ég er að keppa en Teitur hann róaði mig niður og gaf mér vatn og svona passaði þá hlið. Og það er náttúrulega bara frábær þjálfari sem fattar þessi smáatriði, það er bara svoleiðis. Alveg glæsilegt og Edda, þú ert nú búin að standa þig líka vel í keppninni, mjög vel, en þú fékkst samt vinsælasti knapinn líka, þannig að þú ert svona þessi móralski punktur sem setur allt í gang. Já, öðrum virðist finnast það. Þannig ég veit svo mikið hvort að sé ég frekar en einhver annar hérna. Það er alltaf allir sem að sparki raskat af okkur öðrum hérna hjá okkur og við bara gerum þetta rosa mikið saman, held ég. Þetta er aldeilis glæsilegt hjá ykkur, þið eru vel að þessu komin. Við hlökkum til að fylgjast með ykkur næsta vetur og innilega til hamingju með alla titlana, alla sigrana og allan veturinn.